Það Sölvi, hversu sætt var bara að sjá Óskar skalla hana boltaðinn í neti? Þetta var geggjað. Frábær skalli hjá honum og að samanskapi frábær sending frá Ármanni. Bara virkilega sáttur með hann sigur. Þetta var erfiður leikur. Stjarnan hörkulið með hörkusókn hjá sér. Þannig að bara erfitt að díla við það þegar Árni með boltan hann aftast. Hann getur pinnað hann hvar sem hann vill og við sáum það í fyrsta markinu. Hann teiknar hann á Guðmund og þeir sækja hratt en vissulega hefði átt að gera betur í því. Þetta var virkilega þröngt færi og ég held að Ingvar geti verið sammála mér að hann hefði átt að taka þetta. Elías Már skora 2 í dag, sá þér heitur? Já, Elías, við vitum gæðin sem að Elías býr yfir og við töldum að myndi henta honum vel að byrja þennan leik og sem betur fyrir höfðu rétt fyrir okkur. Elías bara búinn að vinna hart í að koma sér í stand. Það ekkert grín að vera í Kína, á mataræðinu í Kína. Ég hef sjálfur prófað það. Þetta flest allt djúpsteikt, þannig að það tók sinn tíma að koma í gang og líka bara komast inn í nýtt lið og venjast hlutunum sem við erum að gera hérna í Víking. Þannig að hann bara búinn að vera mjög professional með það allt saman og búinn að koma sér vel inn í þetta og sýndi bara hversu megnar hann í dag. Hann alveg sjóðheitur fyrir fram að markið, þannig að ég er virkilega ánægður fyrir hans átt. Eins og nefnum bara framistæðan heilt yfir, ánægður með hana? Já, ég var ánægður með hana og þetta alltaf einhvað sem við getum gert betur og við getum komið í veg fyrir þessi mörk sem við fáum á okkur. En bara hvernig karakterinn, við lentum 2 undir og við komum tilbaka og skorum hérna undir lokin, þannig að það sýnir bara hrikalega flottan karakter hjá liðinu. Tölurðu blisagangur hérna fyrir aftan varamannaskilin, hvernig var bara tilvíkin, truflaði þetta þig eitthvað? Nei, truflaði mig ekki neitt. Ég veit ekki hvað þetta titli sem Kópóar eða hvað fyrir aftan en þú veist, þetta ekki inn á okkar svæði þannig að þetta bara það gaman að hafa blis, það gerir stemminguna skemmtilegri þannig að vonandi bara leyfa þér þessi blis. Það miklu skemmtilega að fá smá reik og stemming inn í þetta. Það var hrikalega flott stemmingir hérna í Víkinni í kvöld og á fyrstu 2 heimaleikjunum þannig að bara leyfið þessu blísi, þetta skaðar ekki neitt. Eins og þú segir, þú ert ekki træddur fyrst þetta í Kópavogi, sektir? Nei, þú veist, við erum með öryggisgæslu alls staðar í kring, þetta á öðru svæði heldur en á leikvellinum, þannig að þessi girðing held ég meira sig inn í Kópavoginu, sko. Þannig að þetta einhverjir blikar held ég í Kópavoginu. Gylfi Þór fer út af í fyrri hálfleik meiddur, hver bara svona staðan á honum? Hann var smá tæpi fyrir leikinn, hann fær í einhvern vöða í lærinu og stífleiki meira heldur tóknun sko. Síðan held ég hann hefði bara stífnað upp í fyrri hálfleiknum og metið það að hann geti ekki haldið áfram. Ég vona að þetta sé ekki neitt slæmt en vissulega stutt í næsta leik og vona að sjúkrahjálparinn á að kippa hann í lag. Ekroð í einhverju brasi með tanna, var hann nálægt í að ná þessu leik? Nei, í raun og veru ekki sko. Þannig að bæði hann og Stígur hafa fengið í tærnar og í raun og veru veit ekki hvað langur batatíminn er. Þetta er leiðileg meiðsli svona í táliðinum, sjálfur lent í þessu. Þannig að þetta getur verið svona óþægilega lengi. Þetta náttúrulega táliðu sem það fer mikill kraftur í gegnum hennan lið þannig að það þurft að ná þér á fullu áður en hann getur haldið áfram. 3 stig eftir 7 leiki, búnir að mæta sterkum andstæðingum, ánægður með uppskeruna? Já, klárlega. Fyrstu 2 leikirnir finnst mér að við átt að vera með 6 stig eftir þá. Fannst leikurinn í dag svona jafnræði yfir þeim. Þetta var mikil skák og mikið svona maður og mann einvígi. Við vildum pressa þá hátt uppi og verandi með Árna sem að getur spyrnt boltanum nánast á fermeterinn á 100 metrum sko, þá er það alveg challenging og eins og ég sagði á hann að fyrsta markið kom þannig en að sama skapi þá fannst mér við vera aðeins yfir í leiknum og verðskuldaði hennan sigur. Ánægður að fyrsti sigurinn komin á heimavelli og ég er bara ánægður með byrjunina á þessu. 7 stig eftir 3 leiki, það er alveg ásættanlegt. Ræddu við Óskar Borgþórs hérna áðan, hann sagði að hann væri búinn að æfa skallana vel í vetur. Ertu búinn að taka hana í einkakennslu?
Já, ég sagði við það, ég held ég hann og Stíg, þeir eru mjög hávaxnir kantarar þannig að þeir verður að kunna skalla boltan og bæta við vopnum í vopnabúrið sitt og þetta var hörku skalli hjá honum í dag. Ég er ánægður að hann hafi hlustað á mig og farið að æfa skallaboltan.